Þriðji liður á dagskrá okkar í dag er 3 ára áætlun 2010 til 2012. Þetta er síðari umræða og það er bæjarstjóri sem tekur til máls og hefur framsögu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram 3 ára áætlun á nýjan leik og það var farið ítarlega yfir forsendur þessar áætlunar og vinnulag við fyrri umræðu. Og ég til ekki ástæðu til þess að fara yfir það aftur hér í dag. En þessi áætlun er eins og við vitum sett fram í mikilli óvissu. Við höfum fundað bæði með stjórnendum og trúnaðarmönnum á vinnustöðum og greint þeim nokkuð ítarlega frá ástandinu og þeim aðgerðum sem nauðsynlegt er að fara í. Það voru fjölmargar hugmyndir og ábendingar sem komu fram á þessum fundum og það er ástæða til þess að þakka fyrir þær allar hér og nú. Þær hugmyndir snerust meðal annars aðrar mögulega leiðir til þess að draga úr kostnaði, tilhögun á starfsmannafundum, fræðslu, yfirvinnuskerðingu, vaktaútkall og tilhögun vakta og fleira. Heilt yfir var umræðan jákvæð að mínu mati, en auðvitað eru gagnrýnisraddir líka sem eru eðlilegar í þessu verkefni og fullkomlega skiljanlegar. Fólk kallar eftir tryggingu fyrir því að ekki verið gengið lengra, en það er næsta ómögulegt fyrir bæjarstjórn Akureyrar að gefa slíka tryggingu að svo komnu máli. Við erum í þessari vinnu að reyna að sjá til ársloka 2010 en það er erfitt mikið lengur að vita hvað efnahagsástandið ber í skauti sér. En verkefni framundan núna strax í maí þegar farið verður að undirbúa rammaúthlutun fyrir næsta ár, 2010, er að fara rækilega yfir þessar hugmyndir og útfærslu og aðrar ábendingar sem fram hafa komið í þessari vinnu og leiðir. Og eins hefur skattahækkun verið töluvert oft nefnd í umræðinni bæði hér inni og á þessum fundum, en það býður að sjálfsögðu nýrrar ríkisstjórnar að gefa upp boltann með það. Það er eitthvað sem við höfum lítið að segja. Þannig að það vonandi skýrast hér mál á einhverju leyti núna loknum kosningum. Hvað áherslu ríkisstjórnin mun setja í þessu verki. En þannig að ég vitni í ormin frá fyrri umræðu þá þarf að koma til samfélagssáttar eða þjóðarsáttar það hvernig við munum standa að uppbyggingu samfélagsins á nýjan leik. Við verðum einfaldlega að endurhugsa þetta þjónustu frá grunni, hvað við getum verið án og hverju við getum breytt án sársauka. Og við verðum að hafa það hugfast að reyna að gera þetta með því að verja störf og verja þekkingu, en til þess að svo megi takast verða allir að leggjast á eitt. Sveitarfélagið eins og Akureyrarkaupstaður hefur búið við það góða hlutskipti að vera sveitarfélagi í sókn og hér hefur íbúum fjölgað undanförnum árum sem og atvinnutækifærum og uppbygging samfélagsins hefur tekið mið af þeim áskorunum. Við sjáum fram að gjörbreytt landslagi þessu en við erum hins vegar líka að sjá fram að góðar fréttir að fá hér inn nýjan vinnustað og fjölmennina þessu ári og það er í sjálfu sér mikið fagnaðarefni. Við byggjum líka á grunnþjóðunum í matvælaframleiðslu bæði landbúnaði og sjávarútvegi og framtíð ferðaþjónustunnar er líka björt og þessi vetur hefur verið mjög góður í þeim geira. Nú þær miklu framkvæmdir sem sveitarfélag hefur staðið í á undanförnum árum hafa líka skapað atvinnu og þar með tekjur fyrir sveitarfélagið og ég leyfi mér að fullyrða að þær hafa margar hverjar rennt styrkari stoðum undir Akureyri sem vanlegan áfangastað fyrir ferðamenn árið kring. Þannig að eins umdeildar og þar margar hverjar voru á sínu tíma, þá er það nú að skila okkur svo sannarlega björg í bú. Og það er mikilvægt að hafa hugfast okkar hlutverk það sem bæjarfélag getur gert eða Akureyrarbær getur gert til þess að halda samfélaginu og virkni þess áfram. En þessi framsaga mín er í styttra lagi, ég tel ekki ástæðu til þess að fara yfir áætlunin aftur í heilsinni. Hún tók litlum breytingum í bæjarstjórnin, gerði grein fyrir þeim breytingum sem urðu á framkvæmdaáætlun og nýtt plagg fylgir með í ykkar gögnum. Þannig að ég legg til hér við forseta að eftir umræður að áætlunin verði borin hér upp til samþykktar. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Það eru alveg rétt sem að bæjarstjóri segir að forsendur þessar áætlunar eru ákaflega óljósar. Eins og reyndar flest allt það sem að snýra að fjármálum á Íslandi í dag.
og það ekkert auðveldara núna að átta sig á 3 ára framtíðar áætlunum Akureyrarbæjar heldur en þegar við ræddum þetta í fyrra skipti. Til þess eru spurningamerkin allt og mörg. Bæjarstjóri tæpti hér á mörgu því sem kemur til með að hafa áhrif á þessa áætlun og það í raun og veru lífsins ómögulegt að fjalla mikið það einfaldlega vegna þeirra óvissu sem þau mál ríkja. Hún minntist hér á launamálin, samninga við starfsfólk bæjarins og stéttarfélög. Við vitum í raun og veru ekkert ennþá hvert sú vinna leiðir okkur, hvort að það tekst einhver sátt þau mál. Útfærslan á þau málum mjög flókin, eins og allir vita. Hvort að þarf að taka út fyrir sviga ákveðna þætti, vaktavinnu á öldrunarstofnunum og fleira sem algjörlega ómögulegt að vera mikið að breyta. Það bara starfsins vegna ekki hægt. Sú starfsemi sem þar fyrir fram, hún þess eðlis að það ekki hægt að breyta þar eiginlega neinu, öðru sinni það komi niður á þjónustu við þá íbúa sem að búa á öldrunarstofnunum og það eitthvað sem við ætlum auðvitað ekki að láta eiga sér stað. Síðan náttúrulega líka útfærsluatriði, hvort það verið dregin einhver lína með launin, hvort það verið farið einhver lágmarkslaun sem ekki verða skert eða réttar að menn taki ekki frí. Þetta allt saman útfærsluatriði, samningsatriði sem ómögulegt að ræða að nokkur í nákvæmni hérna því þetta allt í samningsferli. Við erum að fara að kjósa á laugardaginn, fáum nýja ríkisstjórn til þess að gera örfáa vikur. Það mun ráðast gríðarlega mikið að aðgerðum, fyrstu aðgerðum þeirra ríkisstjórnar, hvernig okkar mál mun reiða af í framhaldi af því. Og það enn eitt spurningamerki sem við vitum ekkert Þessi áætlun eins og fjárhagsáætlunin sjálf og náttúrulega samanber fyrri umræðu 3 ára áætlunar, hún unnin í samvinnu allra flokka og frambúða sem eiga sæti í bæjarstjórn Akureyrar. Ég tel þá vinnu til fyrirmyndar. Ég tel að við þær aðstæður sem eru svo einstakar, sem eru þær aðstæður sem við búum við í dag, að þá verða menn að leggja til hliðar ákveðin ágreining ákveðin mál, setja aftur fyrir bakið á sér deilur dægurþras og einstaka mál sem ekki kannski koma beint að fjárhagsmálum bæjarins og því gríðarlega erfiða ástandi sem við erum að fara í gegnum. Og þegar að menn leggja á eitt og vinna heilindum í þeirri vinnu sem ég tel að allir hafi gert sem aðeins hafa komið, þá eru miklu meiri líkur á við fáum farsæla lausn og farsæla leið til þess að vinna okkur eftir. Ég tel þess að vinnu hafa verið vel unna hvað það varðar að menn tókust á leiðir, fundu að ég tel nær alltaf viðunandi niðurstöðu. Auðvitað það alltaf þannig þegar nokkri aðilar takast á leiðir að maður fær ekkert alltaf allt það sem maður biður en það breytir því ekki að ég sáttu við þá niðurstöðu sem hér liggur fyrir. Og vil í raun og veru þakka meirihluta flokkunum fyrir það að hafa sýnt á víðsýni að hafa farið þessa leið. Ég hefði sjálfur persónulega kosið þó að kom ekki þessu máli beint við, forseti skattirinn við þá harkalega eftir ef ég fer og langt. Ég hefði viljað sjá þetta fyrirkomulag inn á okkar þingi líka þegar það var ljóst í októbermánuði hver stefndi og þá fannst mér mjög eðlilegt að þjóðstjórn hefði tekið við og reynt að finna leiðir út af því vanda sem blöstu þá við. Svona áætlun eins og þessi, burtséð frá öllum óvissuþáttum, hún auðvitað samsett á nokkrum þáttum. Tekjuáætlunin sem slík, skatttekjur og aðrar þær tekjur sem bæjarsjóður fær, þau útgjöld rekstrarútgjöld sem við þurfum að mæta og svo framkvæmda útgjöldin, þar að segja þau verkefni sem við erum með í byggingu, þetta tvinnast auðvitað allt saman og verkefni þessarar vinnu, oddvita vinnu, var að finna blöndu af þessu sem líklegust til að skila okkur í gegnum þennan ólgusjó. Það nefnilega þannig að það mjög erfitt að finna akkurat hvar á að setja mörkin í þessum þáttum, hvort sem við kemur rekstri, niðurskurði rekstri sem við gengið mjög langt í, hvar á að setja striki við að hægja á framkvæmdum við
slóum af framkvæmdir og hægðum á öðrum. Sumum finnst kannski ekki nóg að gert í þeim málum, en við megum ekki gleyma því að ef við förum enn lengra þá erum við auðvitað hægja þannig á framkvæmdum að fjöldi manna missir vinnuna sem að vinna, og þetta er flókið, en eins og ég hef sagt hér áður, ég held að það hafi tekist með öllum þessum óvissu þáttum sem við erum að vinna með að finna þá leið sem að ég tel að á þessum tímapunkti að muni skila okkur áfram. En það er auðvitað ekki hægt að liggja neitt yfir þessum þáttum sem slíkum, eins og oft hefur nú verið þegar þessi áætlun er til umfjöllunar, hvorki einstökum framkvæmda þáttum í öðru. Sjálfsagt í 3. eða 4. sinn ítrekkaði það, til þess eru bara óvissu þættirnir svo margir. Það vona maður það að ytri aðstæðurnar fari að lagast, og kannski eru svona fyrstu teikn á lofti með það að ástandi fara að lagast og við sjáum til lands í þessum vandræðum. Og það er afskaplega mikilvægt að fólk átti sig á því þegar við erum að sigla inn í þetta erfiða ár sem er framundan. Þá er gríðarlega mikilvægt að fólk átti sig á því að þetta er tímabundið ástand. Við munum vinna okkur út úr þessu, það eru allar forsendur fyrir því, bæði hérna fyrir okkur sem bæjarfélag og þjóðin í heild. Og það er ákaflega mikilvægt þegar fólk verður þungti yfir þessum aðstæðum að fólk átti sig á því að þetta er tímabundið ástand sem við munum vinna okkur í gegn, hvort sem það heitir bæjarsjóður Akureyrar eða hvort að það er landi í heild sinni. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlun næstu 3 ára það er ljóst að það verður frekar erfiður róður og róður og þungur, og ef við ætlum að komast af og þrátt fyrir að við höfum gripið til ýmsa aðhaldsaðgerða má jafnvel búast við að við náum kannski ekki endum saman þegar upp eru staðið, og því verða sveitarfélög að krefjast hækkunar á útsvarsprósentum eða sambærilegar aukningu á þeim tekjustofnum sem fyrir eru. Og í því sambandi hef ég látið bóka í bæjarráði áskorun til Alþingis þess efnis, og ég skora á okkur að gera það aftur þegar ný ríkisstjórn verður komin saman. Nýja lántökur og miklar afborganir af lánum ger okkur erfitt fyrir á næstu árum, og því verðum við að fara óskuvarlega í fjárfestingum og framkvæmdum á næstu árum. En að sjálfsögðu verðum við að reyna að halda við eigum bæjarins og sjá svo til að þær gangi ekki úr sér og drabbist niður. Mér hefur þótt undanfarin ár að viðhald á götum og gangstéttum og opnum svæðum hefur drabbast niður, og því miður hefur mér ekki fundist bærinn svipur hjá sjó hvað það varðar. Við þurfum að hafa í huga, eins og bæjarstjóri tók fram áðan, að gríðarlegir fjármunir verða til vegna ferðamanna jafnt að sumri sem vetri, og því er afar mikilvægt að við sjáum til þess að bærinn okkar sé snyrtilegur og fallegur nú sem endranær. Einnig þurfum við að standa vörð félagsþjónustuna sem hiklaust má telja að hafi verið eins og best á landinu og kannski víðar á undanförnum árum. Og einnig vil ég taka fram að ef við þurfum að semja við starfsmenn bæjarins um launalaus leyfi, verðum við að reyna að hafa í huga að lægst launuðustu starfsmennirnir eru kannski ekki með nema 115 til 25.000 krónur útborguð laun á mánuði, og við þau laun er tæplega svigrúm til niðurskurðar hjá þeim fjölskyldur sem minnst hafa, og verðum við þá hinn bara að taka á okkur ögn meira af skerðingunni í staðinn.
Við verðum að vona að við getum siglt okkur upp úr öldurótinu og komist á lygnan sjó á næstu árum og hlutinni verði aftur eins og þeir eiga að vera, þannig að við eigum svona nokkuð fyrir útgjöldunum okkar og getum farið að gera þennan bæ enn betur en hann er. Takk fyrir. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, við erum auðvitað sammála það að okkur er auðvitað mikill vandi á hundum. Að vinna okkur út úr þeirri stöðu sem við erum í og við þurfum að beita þar öllum tiltækum tækjum og ráðum og það verður auðvitað í mörgum blönduðum aðgerðum og ég ætla rétt að vona að þjóðin verður svo heppin að fá áfram þessa góðu ríkisstjórn svo að það verði farið í ýmsar tiltakaleiðir og það verði ekki hlíft allavega þeir sem hafa breiðu bökin. Nú hittir annað mál að ég verð að horfa á þetta svona hvaða væri sem að geti kannski komið óvænt. Þá er það þannig að það ætti ekki að koma neitt illa við okkur. Það er verið að gefa starfsleyfi fyrir aflþynnuverksmiðjuna. Það er í ferli og það er núna til 16. júní frestur til að gera athugasemdir. Og ég sé það auðvitað að það er reiknað með því árið 2009 að það er komið fráveitukerfi, það er komin dælustöð og við erum búin að klára hreinsivirki á árinu 2010 og talaðum fyrst 2009 og þetta er svolítið eitt af því sem er hér og þetta er hér upp á 905 milljónir og 95 eru svo í öðru lagi útrásinn og dælustöðin svo aftur 60 þannig að þetta er auðvitað milljarður. En ég kom í einhverjar athugasemdir þetta sem ég vona verði ekki og ég ætla líka að vona okkur auðnist að nota hittan úr kælivatninu. En það er mjög fróðlegt að skoða athugasemdirnar sem að koma við og umsögn umhverfisráðuneytisins þannig að auðvitað fer hún ekki í fullan gang verksmiðjan strax en þegar hún verður komin í fulla stærð og þeir ætla ekki að setja upp vothreinsi strax. Það er allt í lagi, það sýna engar mælingar að sé annað en að það sé óhætt en þeir gera ráð fyrir ég geta sett hann upp ef það er stækka umfangið eykst. En við fáum að vita fljótlega hvort að þetta er ekki bara, það kemur einmitt fram í þessari greinargerð, það sé lítið út fyrir að þetta geti gengið svona. Það er eitt sem ég tók eftir í dag á leið minni inn af flugvelli, að ég sé nú ekki betur en að sé orðið svo mikið rof í kantinu við Drottningarbrautina að það verði komið inn að ljósastöðrunum í góðu roki, svona það þarf ekki mjög mikið til. Og hvað gera bændur þá? Ég held að sé aðkallandi að kasta í kantinn. Og ef við erum svona, ef við höfum þetta í huga þá eigum við örugglega eitthvað efni sem við getum hent í hann. Og við það þýðir ekkert að bíða eftir margra milljóna hönnun eða einhverju slíku, við verðum bara að fá okkur grjót og ég myndi ná í rúllur eða hvað sem er, ég myndi bara hlaða í þetta og stoppa uppblásturinn eða fókið. Mér finnst það bráð aðkallandi. Þó að sé ekki hægt að vera með handverk þar eins og var nú niður við strandgötuna sem var nú alveg hreint svo ég minni á það handverk hvað það er laglega unnið að hlaða þar upp þennan hleðslukant. En það er sem sé mjög aðkallandi og ég hefði viljað að skoða það hvort það væri hægt að tala við Vegagerð ríkisins þetta aðstoð við þetta. En eins og ég segi, þetta er ekkert framdann annað en að vinna sig út úr þessu og það verður eftir kosningar sem við skulum bara taka á því. Og ég segi bara það að fyrst að Einstein sagði að hver sem ekki hefur gert mistök, hann getur ekki lært neitt nýtt. Þá ætla ég vona að þjóðin endurtaki ekki þau mistök að fara að fjöldi kjósenda kjósi yfir sig það fólk sem ekki vil taka á því að ná peningum og fjármunum af þeim sem hafa þú allavega eitthvað til að milli handa. Takk fyrir mig. Herma Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar.
Við tökum nú öðru sinni umræðum þessa 3 ára áætlun og svona efnislega umræðan er nú að mestu búin að mínu viti, þannig að við erum eftir að endurtaka okkur að nokkru nú í þessari annari umferð. En bara svona til þess að fara yfir meginlínurnar í þessu, þá vitum við náttúrulega að svo staða sem við erum í núna, hún er staða þar sem að við horfum fram á minnkandi tekjur sem komur reyndar ágætlega fram í fjölmiðlum núna í vikunni, þar sem að Samband íslenskra sveitarfélaga var að gera úttekt á tekjuþróun sveitarfélagana og það reiknaðist mönnum til að á fyrstu 3 mánuðum þessa árs þá hefðu tekjur minnkaðar raungildi 3,9 milljarða hjá sveitarfélagunum í landinu í heild og hér á Akureyri er raungildislækkunin 150 milljarðar, 150 milljónir að sjálfsögðu. Það er eins gott að það var ekki milljarðar. Þetta er í sjálfu sér eitthvað sem að við sáum fyrir að töldum okkur sjá fyrir að myndi gerast. Það var ljóst að tekjur íbúana voru að draga saman, tekjur fyrirtækjum voru að draga saman og þá dragast tekjur sveitarfélagsins saman. Vegna þess að þarna er beint samband á milli eins og við vitum öll. Þannig að í áætlun okkar fyrir árið 2009 þá sýnist mér svona í fljótu bragði allan að þessi 3 mánuðir séu bara í samræmi við það sem við þar gerðum ráð fyrir, hvað varðar þróun útflutningstekna allavega. Að sama skapi og á þessum sama tíma gerum við ráð fyrir að útgjöld muni í besta falli standa í stað og á sumum sviðum aukast að óbreyttu. Og þetta tvennt gengur einfaldlega ekki upp saman. Og þetta er það sem við vitum og þetta er það sem við erum að bregðast við annars vegar í fjárhagsáætlun ársins 2009 og hins vegar í þeirri 3 ára áætlun sem hér er lögð fram og við erum að ræða. Verkefnið er að láta tekjur og útgjöld mætast. Möguleikar okkar til tekjuaukningar eru mjög takmarkaðir og í rauninni ekki í okkar valdi nema litlu leyti. Þannig að það sem við getum gerst er að við getum tekið á útgjöldunum og áætlunin miðar við það. Í þeirri áætlun sem að við höfum hér lagt fram og í þeim hugmyndum sem við höfum það að reyna að draga úr útgjöldum, þá höfum við haft ákveðin leiðarljós. Við höfum til dæmis haft það leiðarljós í þessari vinnu að reyna að vernda störf í bænum og það tel ég að hafi tekist nokkuð vel. Hugmyndir sem hafa verið settar fram og ég legg áherslu á það að það eru ennþá hugmyndir það að dreifa byrðunum með því að starfsfólk taki einhverju mæli á sig launaskerðingum gegn launalausum frídegi eru af þessu tagi. Það eru settar fram til þess að reyna að vernda störf og það eru settar fram í ljósi þess ástand sem er á vinnumarkaði. Það er mikilvægt að við pössum upp á það að fólk haldi störfum sínum í því mæli sem hægt er, bæði það fólk sem vinnur beint hjá bænum en jafnframt verðum við að horfa til þeirra sem er að vinna ýmis störf á vegum bæjarins. Og það höfum við líka gert í þessari áætlun, til dæmis í þeirri framkvæmda áætlun sem að við höfum vissulega skorið niður og dregið saman en reynt á sama tíma að gæta þess að það kom ekki á harkalega niður á verktökum byggingaraðilum í bænum. Ég held líka að eitt leiðarljósið í þessari áætlun sé það að fara þannig í samdráttaraðgerðirnar að við eigum að geta verið tiltölulega fljót að ná okkur aftur á strik þegar að aðstæður til þess skapast. Og auðvitað vonum við að þær aðstæður skapist fyrr en síðar, að við verðum tiltölulega fljót að ná okkur upp úr þessari kreppu. Og ég held við höfum allan burði til þess og það vonum við öll að þannig verði það. Og það er ýmislegt hér í þessu sveitarfélagi sem á að gera okkur kleift að byggja hratt upp leið og kostur gefst á því. Þannig að ég bið okkur kannski það að reyna að enda þessa umræðu 3 ára áætlunina þegar hún endar þar að segja, ég nú ætla ekki fara að loka hana, á bjartsýnisnótunum líka, munum það eins og hér hefur reynda þegar komið fram að við erum að tala tímabundna niðursveiflu, við erum að tala það hvernig við sem sveitarfélagi að bregðast þessari tímabundnu niðursveiflu þannig að það komi sem skást út fyrir alla íbúa sveitarfélagsins. Þetta er verkefnið og okkar samvinna bæjarfulltrúana og oddvitana við þetta vona ég að hafi skilað góðum árangri. Við séum vel í stakk búin til þess að vaxa hratt
þegar að forsendur gefast til þess. Takk fyrir. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er rétt það sem fram hefur komið að við lifum á óvissutímum. Okkur er nauðugur einn kostur að draga saman í bæjarkerfinu út af þessum sérstöku aðstæðum og verðum bara að horfast í augu við það. Óvissan lítur líka því að næstkomandi laugardag þá erum við að ganga til kosninga. Við vitum rauninni ekkert hvaða stjórnarmynstur við sjáum þá. Þess vegna verðum við bara að bíða og sjá til. Við verðum bara að sjá hver verður fyrstu skref nýrrar ríkisstjórnar, hver stefna hennar verður og hverjar aðgerðar verða í þágu heimila og atvinnulífs. Við erum að sjá til hvaða fyrirheit slík stjórn mun gefa, hver aðstæður, rekstrarskil og hver framtíðarsýni verður. En það er erfitt að gera áætlanir á þessum tímum fram í tíman. Það er erfitt að gera áætlun mánaðar til mánaðar, hvað þá til nokkurra ára. Við verðum að forgangsraða og það kemur niður á ákveðnum framkvæmdum hér í bæ. Það hefði verið óskandi að við hefðum getað haldið okkar plönum varðandi uppbyggingu og jafnvel að spýta í. En það er bara mín persónulega skoðun að á samdráttartímum það eigum við að spýta í hvað atvinnu varðar. En eins og staðan er í dag, þá getum við það ekki vegna þessara óvissu og þess vegna er nauðsyn að fara þá leið sem að lagt upp í þessari 3 ára áætlun. Ég vil endurtaka það sem ég sagði á síðasta fundi að vinna við gerð þessar áætlun hefur verið til fyrirmyndar og það sýnir sig að samvinna borgar sig og er leið til árangurs. Að lokum þá ætla ég að leyfa mér að vera bjartsýn og ég tel að við munum rífa okkur upp úr þessum öldudal fyrr en spár gera ráð fyrir. Bærinn er vel rekinn og ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Hermanni að við getum byggt hratt upp leið og tækifæri gefst til. Takk. Orðið er laust 3 ára áætlun. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Hér liggur fyrir tillaga það að staðfesta þá áætlun sem að hér liggur fyrir fjárfestingar bæjarsjóðs til næstu 3 ára 2010 til 2012 til að frá bæjaráði og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja á tillögu að gefa merki. Samþykkt samhljóða.